Góðan daginn. Í dag við að fara að gera lokaverkefni í kynjafræði og lokaverkefni mun fjalla eitraða karlmennsku og við ætlum að fara í gegnum líf manns sem eitruð karlmennska hafði mikil áhrif á. Við ætlum að fara í gegnum líf Arnars og við ætlum fyrst að skoða nokkuð brot úr æsku hans. Gjörið svo vel. Hvað það skæla, drengur? Það strákar í skólanum sem leiðileg við mig. Þú átt ekkert að vera að gráta. Strákar ekkert að vera að gráta, ok? Hættu þessu væli, drengur. Hættu þessu væli og takk þessu maður. Þú átt að vera eins og alvöru karlmaður. Að skæla bara hrein stelpur og aumingja. Hvað þetta, drengur? Hvað ætlarðu að leika það með? Ég fikk dúkku frá frænku minni. Dúkku? Hvað þykist þú að leika með einhverja dúkku? Dúkkur bara þegar hann stelpur. Sonur minn leikur sér ekki með dúkkur svo lengi sem ég lifi. Það var enga dúkkur á heimilinu af þér. Þú ert að leika með traktor. Hvað er traktorinn sem gæður jólagjöf? Leikaði með traktor og bíladrengur. Ekkert helviti stúkku kjaftaði. Er það skilið? Já. Arnar nú kominn á unglingsárin og sjáum hvernig uppeldið hafði sterk áhrif á hann. Skál maður, þetta geggjaði síðan helgi maður. Já maður. Fyrir gaur, hvaða kynmyndinga skýrtu verður þú eiginlega í? Hvað? Þetta er bara tískan í dag maður. Hvað? Þetta eitthvað hommi eða? Gaur, rólegur, mér finnst bara flott skýrta. Þetta er bara eins og að segja Páll Óskar maður. Hvað er ég hanga með honum minna? Já, allt í lagi. Nei, strákar, hvað er langt síðan þið fenguð utan maður? Ég var nú bara hérna í gær sko. Er þið ánægð með mig? Kæsta. Já, yes. Var ekki flott eða? Fucking heavy fine bitch. Já, ég er bara ekki, ég er að leita eftir konur sko, ég er ekki að það. Hvað segir þér? Ertu að leita eftir konunni, gaur? Já. Hvað er að þér, gaur? Farðu bara út hérna, fyndu gæluna og rýttinni og ertu fucking maður. Já, ég veit ekki með það sko. Gaur! Þetta er Ekki vera aumingi. Farðu, fyndu gælu og rýttinni. Það er það sem fólk menn gera. Ok. Já, það er ég ætla að klóstið. Já. Kem smá. Ok. Við sjáumst bara, alltaf rætt. Gaur, hvað er málið með Arnar? Hann er eitthvað alltaf átt ígó sko. Nei, gaur, hann er bara, sko, ég skil það, hann er sem einhverja grímu, sko. Já. Alltaf að reyna að vera eitthvað harður og okkar. Alltaf að dissa mann og annan sko. Já, ég veit það. Það gengur ekki, sko. Já, ég veit ekki Sko, ég veit ekki hvað þið veit vera vinur hans lengur, sko, ef hann hafi svona, sko. Nei, ég held það ekki. Hann talar bara svo, hann er svo ljótt orðbragð, sko. Þetta er hrikalegt, sko. Þetta er ekki flott sko. Nú hafa nokkur ár liðið og Arnar nú búinn að eignast konu og barn. Og nú ætlum við að sjá hvernig hann kemur fram við þau. Arnar, ég held sko að Jónsson litli sem komið hita, hann getur ekki mætt í skólanum í dag greið. Hvað segirðu? Er hann með hitta? Má sjá? Anna, það er ekki neitt að honum. Hann harkar það bara af sér og mætir í skólann. Pabbi minn sagði mér að harka af sér. Hann getur réttilega harkað hann hitta af sér og mætti í skólann. Heldur þú getur það? Jón, nú kemur í skólann og fylgir mér í skólann og ekkert væl. Allt í lagi? Ok, pabbi. Komdu, förum í skólann. Jæja Arnar, við þurfum að tala saman. Þú tekur aldrei mark á okkur lengur mér og Jónsa og ert aldrei með okkur lengur. Þú tekur einhvern tíma með okkur. Anna, þetta er ósanngjarnt. Ég er alltaf vinnandi fyrir heimilið, fyrir okkur tvö. Ég er að vinna fyrir okkur og byggja heimilið. Já, ég er samt ekki að biðja mikið sko. Við bara tengjast betur saman. Anna, ég hef ekki tíma fyrir svona tilfinningarugl. Ég nenni því ekki. Þú gerir stórmál úr öllu og bara slaka það bara á. Ég hef ekki tíma fyrir svona tilfinningarugl. Ok? Ok. Arnar, ég held að við þurfum aðeins að tala saman. Aftur. Við erum búin að tala um þetta allt oft. Ég er búin að segja þetta aftur og aftur. Þú gefur okkur enga athygli, þú sinnir okkur neitt. Þú veist, við þurfum meira frá þér, þú ert aldrei til staðar lengur. Kona, hversu oft er að segja þetta? Ég er að vinna fyrir mig og þig svo getur byggt upp heimilið. Hvað meira viltu? Vertu þakklátt, kona? Já, þú bara sinnir okkur ekkert lengur. Allt í lagi. Ákveððu þig. Viltu vera hérna eða viltu fara?
Ég ætla að taka Jón og við erum farin til Sveinu mömmu. Þetta er búið. Ég get þetta ekki lengur. Núna líða mörg ár og er Jón piparsveinn og býr einn. Og Anna og Jónsi vilja ekkert með hann hafa. Hann heldur áfram að vinna og nú förum við á vinnustað Jóns. Annar, ekki lægið með þig? Þessi hóst ekkert eðlilegur. Blessa vertu, það ekkert að mér, maður. Þú alltaf að kíkja á þetta. Þú hljómar alveg svo gamla kona mín, alltaf sívæfandi í mér, skipum mér í verkum, maður. Hvað er að hlusta á það, maður? Þetta, ég er búinn að vinna þetta í nokkra mánuði, ég googlaði það, þetta lagast svona eftir svona nokkuð tíma, þetta er alltaf læg, maður, ég þarf ekki að fara til læknis, hvað? Jæja. Fara að vinna, maður, gera eitthvað gagni. Jæja. Einn góðan veðurdag í vinnunni hnígur Arnar niður, enda hafa veikindi hans versnað töluvert. Hann er fluttur á spítala og er kominn á fund með lækni. Arnar, góðan daginn. Ég heiti Rúnar læknir og við vorum að komast að niðurstöðu. Þú ert með illkynja krabbamein í lungunum. Þú ert einungis eftir 4 mánuði ólifað. Af hverju í ósköpunum komst ekki fyrr upp á spítala, drengur? Arnar Klementínus Engilbertsson lætur lífið. Dánartími 15:15. Guð blessi þig.